Happy Sabbath, everyone. Gleðilegan hvíladag öll. We welcome everyone today for our worship Bjóðum alla velkomna á guðsþjónustuna okkar í dag and to our visitors. We have visitors here. og hjartanlega velkomin þið sem eru að heimsækja okkur fyrsta sinn. We welcome you all Við in this church. bjóðum ykkur öll hjartanlega velkomin í þessa kirkju And also we welcome those who are watching online. og líka þið sem eru með okkur á netinu, á YouTube, verið hjartanlega velkomin. We hope that we will be blessed today. Við vitum að við munum verða nota blessunar í dag. And we are happy to see each other once a week this Það er svo Sabbath gott day. að bara hittast og horfast í augu við hvort annað einu sinni í viku. So for our announcements, Og You svo can see tilkynningar. On September 26, we will going to have a church centennial celebration. Svo að 27. september þá munum við hafa sérstaka hátíð And then there will be, preparation and clean up in this church. og það vegna afmælis, 100 ára afmælis kirkjunar og 120 ára afmælis safnarins og við munum undirbúa það með ýmiss konar tiltekt í kirkjunni okkar. Everyone is welcome to help here. Og allir eru hjartanlega velkomnir til að leggja hönd á plóg, að vinna að tiltekt. Another one, we have a children's technology club. Svo erum við með sérstakann fundurhóp. And it is every Wednesday, Sundays, and 4 o'clock to 6 o'clock. Það er á Here in the church. miðvikudögum og sunnudögum frá 4 til 6 hér í kirkjunni eða í safnarheimilinu. I think that will be any additional from... Er eitthvað meira sem þurfum að tilkynna? Líklegast ekki. So for our hymn, let us all sing Fair Rest Lord Jesus, number 90. Og við ætlum að syngja hér sálm nr. 90, Fögur er foldin, venjulega jólasálmur en hann á líka við pílagrímagöngur. Be
our God and our Father in heaven, himneski faðir, we are praising you in song, við lofum þig í söng, what you are and what you have done. það sem þú ert og það sem þú hefur gert. And our hearts are full of joy when we think of what you have done for us. Hjörtu okkar full gleði þegar við hugsum það sem þú hefur fyrir okkur gert. That we can experience you in this world in everything good, Og við getum upplifað þig í þessum heimi í öllu því sem gott and you are giving us things to enjoy. Og þú veit okkur hluti til þess að gleðja okkur. And today we enjoy coming before you. Og í dag þá njótum við þess að koma fram fyrir augliti þitt And we enjoy the fellowship that you have given to us. og njótum samverunar And we ask your special guidance today og við byggjum sérstaklega leiðsögn þín í dag. when we proclaim what you have done to us through Þegar við nú Jesus Christ. boðum það sem þú hefur gert fyrir okkur. That you, through Jesus Christ, have given yourself Að þú, Jesús Kristus, gafst sjálfan þig sem fórn. that we may live. Að við megum lifa að eilífu. Praised be your name. Við lofum því í nafn þitt, Drottinn. Amen. Amen. For our tithes and offering, Svo varðandi tíund okkar og gjafir. we have boxes there in front, Eins og venjulega þá erum við með box hér í andirinu. and you can give it to the Lord, your offering and það tithes. Tækifæri þar til þess að leggja eitthvað að mörkum í þjónustu Drottins. And you can have it by card or by cash. Og það líka hægt auðvitað að leggja fram bara fjármuni eða þá að nota posa. And then this is for the ministry and for the work of this church. Og það fyrir þjónustu og fyrir starf þessari kirkju. We will pray for the tithes and offering. Við skulum biðja. Our Heavenly Father, Lord in heaven, Himneski faðir, we thank you, Lord, for being with us today. þakkum þér lót fyrir Drottin fyrir það að vera með okkur í dag. We thank you for all the blessings that you have given us, Og allar það blessanir sem við njótum frá þinni hendi reglulega. for the works of our hands. Og fyrir vinnu anda okkar. We give back your share Og við viljum endurgjalda eitthvað af því sem þú hefur gefið okkur. because we acknowledge that you are the source of everything. Því við viðurkennum að þú ert uppspretta allra hluta. Thank you for loving us always. In Christ's name we pray, amen. Drottin, við þökkum þér fyrir kærleika þinn sem óendanlegur. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. For our hymn, let us open our hymnal to page 325, Pass Me Not, My Gentle Savior. Og svo ætlum við að syngja Yfirgef mig ekki Jesús, það er sálmur 323. 25. Yfirgef mig ekki, Jesus, sjálfan bregðu mér, og á meðan aðra kallar, unnið syngja þig.
For our scripture reading, ritningarlesturinn hjá okkur. for the prayer, we will ask Gudmundur for prayer. Guðmundur ætlar að biðja með okkur. Við skulum rísa á fætur. Himneski Faðir, við þökkum fyrir son þinn Jesú Krist, sem kom í þennan heim til þess að frelsa okkur, þó ekkert ættum við skilið og eigum. En elska þín svo mikil og kærleikur til okkar að við ekki einu sinni verðskuldum það, en við viljum þiggja það. Því það það eina sem við höfum til þess að öðlast líf. Líf á himnum þegar þú kemur að sækja okkur í skýjunum. Hjálpa okkur öllum að vera viðbúin. Hjálpa okkur að nýta þennan tíma núna sem æfingabúðir til þess að æfa okkur, því við munum halda áfram að biðja og lofa þig Drottinn á nýrri jörð. Þakka þér fyrir blessanir þínar. Ég bið þig að blessa kirkjuna. Ég bið þig að blessa kirkjustarfið, Faðir minn. Ég bið þig að blessa alla safnaða meðlimi og líka þau sem eru erlendis núna og eru ekki hér. Ég bið þig að blessa öll systkini hvar í heiminum sem er. Ég bið þig að blessa kirkjuna þína. Ég bið þig að blessa ræðumanninn sem talar til okkar hér á eftir. Og ég bið þig að blessa að hann gef okkur orða og þú gefur honum orða mæla. Ég bið blessun heilags anda hér yfir og allt umkring í Jesú nafni. Amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Oh, come on, just be happy for God. Okay. So the song we are going to sing is found in the English hymnal 430. And it says that, oh, there will be joy. We know that there will be joy in heaven one day. And that is what we are going to sing. Please sit comfortably and enjoy the song. Oh, there'll be joy when the work is done. Joy when the reapers gather home. Bringing the ships that set off sun to the new Jerusalem. Joy, 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 there'll be joy by and by. Joy, 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 where the joy never dies. Joy, 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 for the dead go at night when the workers gather home. Sweet are the songs that we hope to sing. Wait for the times our hearts shall bring. Praise and forever Christ our King in
So I will read the reading from the Bible today. Nú ætla ég að lesa ritningaversið sem í Biblíunni. It's from Matthew 26 Það er 27. kapli Mattheusar Guðspjalls and from verse 26. frá versi 26. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body." Þá þeir mötuðust, tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum sínum og sagði, takið og etið, þetta líkami minn. And then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. Og hann tók kaleg, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. And this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Þetta blóð mitt, blóð sáttmálans, úthellt fyrir marga til fyrirgefningar synda. When we enter this world, Þegar við lesum þessi orð, and it was quite a while ago for most of us, það fyrir nokkur löngu síðan fyrir flest okkar, and probably you don't remember the time, og kannski munið ekki alveg eftir stað og stund, but we don't come into this world as thinkers. við komum ekki inn í þennan heim sem hugsuðir, And we come into this world and we do not ask for explanations. og við komum inn í þennan heim og við byrjum ekki að spyrja eða biðja útskýringar. All what we need Allt sem við þurfum á að halda is to be touched, held, carried, bara að það sé haldið utan okkur og haldið á okkur fed, og við fáum eitthvað að næra okkur á and kept warm. og við fáum hlýju, Because without touching and holding, því að án þess að ykkur snerti við okkur eða haldi utan okkur, babies will not flourish. þá einhvern veginn blómstrar ekki lífið hjá okkur. They can even die. They can even die. Og börn geta jafnvel bara veslast upp og dáið. And not talking about without being fed. Of Og course we die. Svo sannarlega ef við fáum ekki næringu þá þetta bara augljóst. But we need the touch of. En við þurfum á snertingu að halda. And when babies grow, Þegar börnin vaxa á grasi, you know, then we touch things. The Og babies þá- touch everything, þá snerta börnin alls konar hluti, and they pick them up. taka á hlutum, They lyfta put- þeim upp Then they put them into their mouth, og jafnvel setja það í munnin taste, og bragða á þeim they chew, they feel. og þau tyggja og þau finna, merkja, So that's what we do when we grow up. og þannig það sem það þegar við vaxum á grasi. And later in life, we meet people. Og seinna í lífinu þá hittum við einstaklinga. And it may happen that we fall in love, Og það gæti jafnvel gerst að við verðum ástfangin and we move closer. og við komum nær We want to touch, to og við hold, viljum snerta og halda utanum to embrace, og halda utanum to feel the presence of the other person. og finna nærveru hinnar persónunar. And we even want to taste that person, Og við viljum jafnvel bragða á þessari persónu. because love longs to be experienced with the whole body. Og því að ástin hún þráir að snerta og finna á allri persónunni. Because this is what we are. Því að þannig erum við. We are bodily beings. Við erum líkamlegar verur We love and we experience, we know through our bodies. og við elskum og við reynum, upplifum og við gerum það gegnum líkamann. In the book of Ecclesiastes in the Bible, Og svo þá í ljóðunum í Biblíunni, you know, why Solomon is reflecting on life. og þá Salomon að svona íhuga lífið With all its seeming futility,
og alls konar hlutum sem eru raun bara tóm og vindur It's toil, it's unpredictability, og það erfiðleikar, við erum ekki að tala ljóðalögum, við erum að tala hvað heitir hún aftur? and then Predikaran, ég að tala aðra vitlausa bók, Predikaran. and then he says that things are not logical in this world. Og svo segir hann að hlutirnir ekki alveg svona rökréttir í heiminum. But he still says that life has joy. En svo segir hann líka að lífið til þess að njóta þess. When God gives us the opportunity to have it. Og þegar Guð gefur okkur tækifæri til þess að eignast það. And when he describes the enjoyment in life, Og þegar hann lýsir gleðinu og því sem til að fagna yfir í heiminum, he doesn't talk about abstract contemplation. og þá talar hann ekki eitthvað bara svona órökrétt. He describes bodily experience. Heldur talar eitthvað líkamlega reynslu, áþreifanlega hluti. He talks about eating good food. Og hann talar að nærast á góðum mat sem smakkast vel. Drinking good drink. Og drekka góðan drykk sem ljúffengur. Enjoying life with one's spouse. Og að njóta lífsins með maka sínum. So joy is described as something bodily experienced. Og gleði og fögnuður lýst á eitthvað líkamlega, í tengslum við líkamlega reynslu. Not only understood mentally. Ekki bara hugsað svona sem huglagt. So God has never given his people a purely mental way of experiencing him. Og Guð hefur aldrei gefið fólki sínu bara þessar eingöngu þessa huglægu reynslu og upplifun. From the beginning, worship has also been bodied, like embodied experience. Or like worship has been bodily experience from the beginning. Og tilbeiðsla hefur líka verið þessi líkamlega reynsla alveg frá upphafi. They were not just ideas. Ekki bara svona einhverjar huglægir reynsla. When we think about sacrifices. Sacrifices. Og hugsið ykkur að fórna. You know, the enactment of lamb giving its life. Hugsið ykkur þetta lamb sem missir lífið. You know, there were different sights, smells. Það voru ýmiss konar hlutir sem áttu sér stað og lykt og annað sem tengist þessu. Different sounds. Og hljóð, hugsið ykkur. And you know, food offerings, ceremonies. Alls konar fórnir, matfórnir og ritual. All these preparations. Og allt þessi undirbúningur fyrir þessa hluti. There was this sanctuary with everything in it, all this furniture and light. Komin í musterið, það alls þessi ýmsu munir sem þar og hljóð og ljós. And the ceremonies included eating something. Og þessar ritual það tengdist því að hann borða eitthvað sérstakt. So it was the whole experience. Og þetta var gríðarlega mikil og fjölbreytt reynsla sem þið gengu í gegnum. Worship is something that was entered with body. Og það að tilbiðja, það farið inn í einhverja reynslu sem svona líkamlega reynsla. So you bow down. Þú krýpur niður. So when you realize God's glory or his nearness. Og þú gerir grein fyrir dýrð Guðs og nærveru hans. Then you fell prostrate face down on the ground. Þá leggstu bara alveg flatur á gólfið. You lifted your hands. Þú lyftir höndum. You clapped. Þú klappar lófanum. You sang, you played musical instruments. Þú syngur, þú leikur á hljóðfæri. You created this holy noise. Og það þessi heilaga hljóð. And you felt the presence of others who were doing the same thing. Og það þetta í tengslum við annað fólk og í nærveru annars fólk sem að gera það sama. So sometimes it's funny when Christian people ask,
Svo það svolítið sérstakt þegar sumt kristi fólk spyr that what posture is right in worship. hvernig á maður að haga sér og hvernig fer maður fram með á réttan hátt í tilbeiðslu. That should we sit or kneel, Ættum við að sitja þegar við tilbeiðum eða krjúpa? or we stand, Ættum við að standa upp? or shall we raise hands? Ættum við að lyfta höndum? But the deeper question is different. Dýpri spurningin önnur en þetta. It is not about which posture is required. Það ekki spurningin bara hvaða stelling farið fram á. The deeper question is this: Dýpri spurningin þessi, do we experience worship with our bodies? Upplifum við tilbeiðslu með líkamlega. Because if we remove our body from worship, Svo ef við tökum burt líkamann frá tilbeiðslunni, it becomes only a cognitive experience. þá verður það bara svona huglæg reynsla It becomes very thin. og það verður afar þund. We are not primarily cognitive beings. Við erum ekki bara svona huglægar verur. We are loving creatures Við erum einstaklingar af persónu sem elskum who enact and who experience life og through komum our fram bodies. og tökum þátt og upplifum lífið. And we are meant to worship with our bodies. Og það tilgangurinn að við eigum að tilbiðja með líkamann. Jesus said also that worshiping him and serving him daily is a practical experience. Og það stendur líka að tilbiðja Drottinn daglega, það svona raunveruleg og virk reynsla. He said that when you feed the hungry, Og það þegar þú gefur hinum hungruð að borða, when you clothe the naked, eða when you clothe the þú naked, gefur þeir sem eru naktir föt when að klæðast, you visit the sick or Og þegar imprisoned, þegar þú heimsækir þeir sem eru sjúkir eða í fangelsi, he said that you go through something, you do something, þá það að þú kemur fram, þú gerir eitthvað, þú tekur þátt í einhverju. and while doing this, you are actually doing it to me. Og þegar þú gerir þetta einhverjum, þá ertu í raun að gera mér það, segir Jesús. So when you touch another human being, Svo þú snertir við annari mannveru, you touch Jesus. þá ertu í raun að snerta Jesús sjálfan. So worship has to be acted out. Svo að tilbeiðsla verður að vera eitthvað sem virkt, sem kemur fram og gjörður. So this brings us to this table today. Og þetta komum við nálgast þetta borð sem við erum með hér. And we proclaim Jesus' sacrifice today. Og við erum að boða horn Jesú Krist hér í dag. And his humility Og í auðmýkt and also his salvation that he brought. og líka frelsunina sem hann gaf okkur. And we are not doing it only in words. Og við erum ekki bara að gera þetta í orði, We do it through our bodies. heldur gerum við þetta líkamlega. You know, first we wash each other's feet. Fyrir það fyrsta þá þvoum við fætur hvers annars. Then we take this bread into our hands. Og svo tökum við þetta brauð í höndina We put it into our mouth. og setjum það í munnin. And then we take the cup, the Og svo wine, tökum við glasið and we drink it. og vínið og drekkum það. We swallow it. Og kyngjum því. And we don't only think about Jesus. Við bara hugsum, við er ekki bara að huglægt, við sem að hugsa Jesú. We don't only talk about it. Við erum ekki bara að tala það, We will touch it. við viljum snerta það. A guy called James Smith Og einhver sem heitir James Smith, is a Christian philosopher. sem heimspekingur, kristinn, He writes about Christian worship, hann talar skrifar kristna tilbeiðslu. that it is always physical, material. Svo að það sé alltaf eitthvað líkamlegt og eitthvað sem efnislegt. It requires a body, Og það er nöðsynlegt að það sé líkami til staðar. you know, lungs to sing, Lungu og til þess að anda með, knees to kneel, og hné til þess að krjúpa, hands to lift,
hendur til þess að lyfta tongues to taste. og tunga til þess að smakka, bragða á. And he says that God meets us in this material world. Og hann segir að Guð mæti okkur í þessum líkamlega efnislega heimi. This water, bread, and wine. Að það vatn, brauð og vín. And, to illustrate his point, Og til þess að líta og líka að skýra út þessi þætti hérna hjá honum. he tells that there are people that participate in Christian worship Að það séu einstaklingar sem taka þátt í kristinni tilbeiðslu who cannot deeply think about their spiritual beliefs. sem geta í raun ekki skilið djúpa merkingu trúaratriða þeirra. And he talks about a woman that he calls Judy, Og hann talar konu sem heitir Judy, eða kallaði Judy, a grown woman with intellectual disabilities. sem fullorðin kona en með svona skilning, takmarkaðan skilning af hlutunum. And Judy said, Og Judy segir, I want to eat Jesus' bread. ég vil borða brauð Jesú. I can't wait until I can eat Jesus' bread and drink Jesus' juice. Ég get ekki beðið hann til að ég borða brauð Jesú og drykki Jesú efni. People who love Jesus are the ones who eat Jesus' bread. Þau sem elska Jesú, þau borða brauð Jesú. It is that Jesus' skin and meat turned into bread. Og Jesus' skin and meat turned into bread. Og Jesús í kjöti eða holdi sem orðið að brauði. And Jesus' blood and guts turned into juice. Og Jesú sem Jesú blóð sem orðið að víni eða safa. That's Jesus' bread and Jesus' juice. Og Jesú brauð og Jesú safi. And I want to eat it and drink it Og ég vil fá að borða þetta og drekka þetta. with all the other Christians at church because I love him so. Ég gera þetta með öllum öðrum kristnum af því að ég elska Jesú svo mikið. Now from a theological perspective, Og svo frá einhverjum guðfræðilegum sjónarhóli, we might feel the urge to correct her. og þá myndum við kannski vilja leiðbeina og leiðrétta hann eitthvað. To say, no, it's not exactly so. Ég segi, nei, kannski ekki alveg svona. And you can't really talk about it like this. Og við getum eiginlega ekki tjáð þetta bara svona. To make it more precise. Og til þess að gera það svolítið nákvæmara. But James Smith says that would completely miss the point. Og þá segir þessi höfundur, þá hefum við algjörlega misti skilningin að þessu. Because Judy understands something very crucial. Því að Judy skilur eitthvað sem gríðarlega djúpstætt. She just doesn't want to think about Jesus. Hún vill ekki bara hugsa Jesú. She wants to receive him. Hún vill taka við honum. And she wants to be united with him. Og hún vill vera í sameiningu við hann. And she wants to do it together with other people who want the same. Og hún vill vera með öðrum sem hafa sömu þrá. And that is the most important thing. Og það mikilvægastu hluturinn af öllu. And that is what we are going to experience today. Og þetta það sem við ætlum að upplifa hér í dag. And let's think about water. Og hugsum vatn. Jesus brought water into this ceremony. Jesús kom með vatn inn í þessa seremoníu. When today you will touch this water, Svo í dag þegar þið snerti við þessu vatni, water is a very common thing. vatn þetta mjög algengt. Often we don't even think about it. Við einlega bara hugsum ekki mikið það. But think about this water. En hugsaðu nú þetta vatn. It starts out as a clean, clear rain or snow coming down from heaven. Þetta kemur sem skýrt, sem hreint og tært vatn frá himni eða sem snjór. And I'm not talking about any water in the world, the one that is here in Iceland. Ég að tala ekki bara hvaða vatn sem heldur það sem
hér á Íslandi and then it soaks into the ground. og svo fer það niður í jörðina And it moves through this ancient, spongy, volcanic lava rock. og það rennur í gegnum þessi jarðlög jarðlög frá hrauni And this very water, it's being filtered og þetta vatn hreinsast and enriched. og verður ríkara And it is held there in the ground. og þarna í jörðinni It is purified, og hreinsað prepared for decades. og undirbúið undir For decades, yeah, for many, many years. þetta fyrir í margar aldir. So this very water that we're going to touch today. Og þetta vatn sem við ætlum að snerta við í dag þetta vatn. And after being there for so long time, it is pumped up to our taps. Og eftir að hafa verið þarna í jarðlögum í allan þennan tíma þá þetta dælt upp aftur. It is mineral rich. Og það ríkt af steinefnum It is naturally soft. og það eðlilega bara mjög mjúkt vatn It is free from all sorts of bad things. og það ekki að finna í því neitt eitrað eða vondir hlutir. And it is regarded as one of the purest and best waters in the whole world. Og það álitið sem eitt hreinasta og besta vatn í heiminum. And this is the water that we are going to take into our hands today. Og þetta það vatn sem við ætlum að taka í höndina, leggja hendurnar í dag. We feel its temperature. Við finnum hitastigið We see it move. og We see it move. við sjáum það hreyfast And we allow it to touch the other person, og við erum til í að hreyfa við annarri persónu to serve. til þess að þjóna. And in doing so, we understand something about God. Og með því að gera þetta þá höfum við einhverja sérstakann skilning á Guði sjálfum. We remember Christ, Við minnumst Jesú Krist who entered into our material world, sem kom inn í þennan efnisheim who knelt down, og kraup, took water, tók vatn and washed his disciples' feet. og þvoði fætur lærisveina sinna. Not as an idea, Ekki bara sem einhver hugmynd, but as a real act, sem einhver raunverulegur viðburður og framkvæmt really touching real people. að snerta við raunverulegu fólki, persónum. So when we do this washing today, Og svo þegar við gerum þennan framkvæmi þessan þvott í dag, then think about this. þá hugsið þetta God meets us through this water. að Guð mætir okkur í þessu vatni. And where does the bread come from? Og hvaðan kemur brauðið? I don't even actually know. I know where the Icelandic water comes from, but Yeah. I don't know where this flour comes from. Ég veit hvaðan íslenska vatni kemur, ég veit ekki alveg hvaðan þetta mjöl kemur sem brauð úr. But wherever these grains come from, En hvaðan sem þetta brauð kemur, somebody prepared the ground það eitthvað sem hefur undirbúið jarðveginn and sowed the seed, og sáð hér fræi and the rain falls, og svo rignir and someone made sure that all the weeds were removed og from eitthvað that field. sá til þess að illgresi var tekið burt The grain was harvested, og það var uppskera it was gathered, og korninu safnað saman it was carried, og borið and then it was crushed into flour. og svo var það mölið niður í mjöl And then water was added. og kom vatn í So you can imagine Angelica who baked the bread this time. og því hjá Angelica, hún var svo sem bakaði brauðið So- þetta sinnið. So he mixed the dough Hún hnoðaði deigið and shaping and pressing it, og mótaði brauðið and it was placed into the oven. og svo fór það í ofnin And there it was transformed. og svo umbreyttist það It was prepared. og undirbúið. And what we eat today, Og það sem við nærumst á í dag, there is actually from the beginning much labor
in this bread. að það er töluverð vinna sem er lögð í að framkvæma þetta. The full work of creation. Og það er algjört bara sköpunarferli. And we break it, Og við brjótum það we receive it, og við tökum það borðum það we eat it. og borðum það. So God has chosen to meet us through this bread. Og Jésu og Guð hefur ákveðið og That hannaði þannig að hann mæti okkur í þessu brauði. His body was prepared, broken, and given. Líka með hans var undirbúinn og brotinn. It is not just an abstract idea, Þetta er ekki bara svona einhver huglæg hugmynd, it's real bread. þetta er raunverulegt brauð. And he says, this is my body given for you. Og þetta er líka með minn undirbúinn fyrir ykkur. And we experience it with our bodies. Og við tökum því í gegnum líkama okkar. And in a similar manner, we can think about the wine that we're going to drink. Og líkan hátt getum við skoðað þetta vín sem við ætlum að drekka. It has gone through the whole long process and That's work to reach to us. Það hefur farið í gegnum langt ferli þangað til það kom til okkar. And now it's there in a cup. Og nú er það hérna í þessum bikar. And Jesus said, this is my blood poured out for you. Og Jesús segir, þetta er líka með minn, blóð mitt undirbúið fyrir ykkur. And we experience it with our bodies. Og við tökum við því og upplifum það í gegnum líkam okkar. And God wants to meet us through this experience. Og Guð vill mæta okkur, koma til okkar í gegnum þessa reynslu. So come to this with your whole body. Svo komiði og meðtækið með öllum líkam ykkar. And come to the water, Kom til vassins, to bread, til brauðsins, and to wine, til vínsins and remember Christ. og minnist Jésu Krist. And not only remember, but receive Him. Og ekki bara muna eftir honum heldur meðtækið hann. And then we participate in it all together. Og svo tökum við þátt í þessu öll saman. With other people experience the same. Og með það sem aðrir upplifa það sama. So Jesus said, Því að Jesús sagði, drink from it, all of you. drekkið af þessu allir. This is my blood of the covenant, Því að þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans. which is poured out for many for the forgiveness of sins. Sem verður útelt fyrir marga til fyrirgefninga syndana. So I invite you to this experience today, Svo ég býð ykkur að koma og taka þátt í þessari upplifun í dag. that we can do it together. Og að við getum gera saman. Let's pray. Byggjum. Dear Father in heaven, Himneski Faðir, you have created everything so beautifully, þú hefur skapað alla hluti svo undursamlega fagurt. and you have created our bodies. Og þú hefur skapað líkama okkar. We can experience life through our bodies, Að við getum upplifa lífið í líkama okkar. and we can express life through our Og við bodies. getum tjáð lífið með líkama okkar. We can worship you through our bodies, Og við getum tilbeðið þig í líkama okkar. and we can also experience you through our bodies. Og við getum líka upplifað þig í líkama okkar. And I pray that when we enter this experience today, Og ég bið þess að við nú göngum inn í þessa reynslu hér í dag, that you help us to be really participants. að þú hjálpar okkur til þess að við verðum raunverulegir þáttakendur. And I pray that we may come with everything that we have. Og ég drottin við bið þess að við komum með allt það sem við erum. And only you know all our depths and our burdens. Drottin þú þekkir í smáatriðum allar það sem við þurfum á að halda og þurfum á þér að halda. And forgive us our debts. Drottin við vilt þú fyrirgefa okkur syndir okkar. And Lord, we want to be clean. Við viljum verða hrein And we want to show our faith that you are forgiving us. og við viljum gjarnan líka í trú sannfærast að þú fyrirgefur okkur. And Lord, help us to receive each other in the same way. Og drottin hjálpaði okkur til þess að við meðtökum hvert annað alveg á sama hátt. Unconditionally. Án þess að sé nokkur hindranir þar. Just because you do it.
bara vegna þess að þú gerir með það. And I pray in Jesus' name. Og ég bið þess í Jesu nafni. Amen. Amen. So we are going to participate in washing each other's feet. Nú ætlum við að upplifa það að þvo fætur hvers annars. And as usual, our men go up to the balcony Kallarnir fara hér upp á loft and our ladies go there. og Side room. konur hér inn í safnarheimili. And if you just want to wait here, Þið you viljið can heldur bara remain in the hall here, bíða hér í staðin fyrir að taka þátt, and then we will gather to take part of the table. þá það auðvitað frjálst að gera það og svo munum við hittast hér á eftir til þess að taka þátt í brauðsbrotningunni. So let's do that. Gjörið þið svo vel.